Og velkomin að bæjarstjórnarfund. Í dag 7. febrúar 2025 og klukkan 5. Mætti fundarins eru Guðmundur Ólafsson, Dagný Finnbjörnsdóttir, Kristján Þór Kristjánsson. Velkomin að bæjarstjórnarfund. Í dag 7. febrúar 2025. Finney Rakel Árnadóttir, Magnús Einar Magnússon, Steinunn Guðný Einarsdóttir, Elísabet Samúelsdóttir, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir og Þorbjörn Jóhannesson. Starfsmaður fundarins Arndís Dögg Jónsdóttir. Fyrsta mál hjá okkur Eyrakláfur á Ísafirði, skipulags- og matslýsing. Tillaga frá fundi 645 hjá skipulags- og mannvirkjanefnd. Fundurinn var haldinn 23. janúar 2025 bæjarstjórn heimili og auglýsingu á skipulagslýsingu í samræmi við 1. málsgrein 30. greinar og 1. málsgrein 40. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Orðið laust. Sigríður, gjörðu svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar og aðri tilheyrendur og sérstaklega gestur í sal, það sem gerist nú ekki oft. Já, hér lögð fram tillaga frá skipamann þar sem verið að óska eftir að auglýsa lýsingu á fyrirhuguðum framkvæmdum við Eyrakláf, hvað sé áformað og svoleiðis. Mér langar til að upplýsa eða nota tækifæri til þess að upplýsa það sem snýr að bænum í þessu sambandi, að það á fundi bæjarráðs frá í 9. desember síðastliðinn. Það var bæjarstjóri falið að útbúa samning afnot af svæðinu sem til skipulagsgerðar. Þetta var eitt af þessum nóvember og desember verkefnum sem beið mín þegar ég kom til starfa. Samningurinn nánast tilbúinn en við erum að bíða eftir ákveðnum gögnum frá verkfræðistofunni sem að vinna fyrir framkvæmdaraðilann og þá ætti að vera hægt að undirrita afnota samningin bara fljótlega og þetta lítur að því hvaða land fer undir framkvæmdina eins og möstur og annað. Ég vildi bara upplýsa þetta. Takk. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá með ég gefa mig merkið eru sammála þessu. Þetta samþykkt með öllum atkvæðum. Þá eru komin í annað mál á dagskrá sem viðbygging við stúku á Torfnesi, sjoppa. Tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1312 en fundur var haldinn 3. febrúar 2025 að bæjarstjórn samþykki samning Ísafjarðarbæjar og knattspyrnudeildar Vestra Yngri viðbyggingar við áhorfendastúku á Torfnesvelli og afnot hennar í kjölfari byggingar. Orðið laust. Dagný, gjörðu svo vel. Já, bæjarstjóri, forseti og aðri tilhendur. Ég mun víkja fundi undir þessum lið þar sem að ég kom að vinnslu þessa samnings vegna starfsins míns. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þannig að ég gefa mig merkið að þau eru samþykkt þessu. Samþykkt með öllum viðstöddum. Þá eru komin í 3. mál. Aldrei fór í suður endurnýjun samnings 2025. Tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1312 en fundur var haldinn 3. febrúar 2025 að bæjarstjórn samþykki endurnýjun á framlögðum samningi Ísafjarðarbæjar við Aldrei fór í suður en nú gildandi samningur rann út síðustu áramót. Orðið laust. Sigríður, gjörðu svo vel. Já, forseti og aðri tilheyrendur. Já, ég ætla bara að segja það að ég afskaplega ánægð með þennan samning og við skildum landa á honum. Það gekk ekki þrautalaust en hafðist að lokum og ljóst að hann verður gerður opinber á morgun þegar við undirritunum hann formlega og gaman að segja frá því samt að það styrktarsjóður Hafna Ísafjarðarbæjar sem að koma mjög myndarlega að þessu verkefni og ég vona bara að bæjarbúar og fleiri skemmti sér vel á Aldrei í ár. Takk. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki.
Þá mig gefa mig merki ef þið eru sammála þessu til samþykkt með öllum atkvæðum. Þá það 4. mál, byggðakvóti fiskveiði árið 2024 til 2025. Tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1312. Fundurinn var haldinn 3. febrúar 2025 að bæjarstjórn samþykki tillögur sérreglur byggðakvóta Ísafjarðarbæjar. Orðið er laust. Sigríður, gjörðu svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar og aðri tilheyrendur. Þetta er nú svolítið áskorun fyrir landkrabba eins og mig að setja sig inn í fiskveiðistjórnunarkerfi og lögum fiskveiðar. En svona eins og þetta lítið út fyrir mér, þá ætla ég bara aðeins að rúlla yfir erindi sem að barst 22. janúar síðastliðinn frá matvælaráðuneyti. þar sem kom fram úthlutun byggðakvóta til byggðalaga og erindið er hér með í gögnum fundarins. Þar kemur fram hver úthlutunin er ár hvert á hvert byggðalag fyrir yfirstandandi fiskveiðiár sem og hve mikið er fært frá síðasta fiskveiðiári. Og það sem fólk stoppar við þegar hort er til þessa er að ekkert er úthlutað á Hnífsdal. En á fiskveiðiárinu áður, það er 2023-2024, þá var aflamarkið 137 þorskígildistonn en hafði þá lækkað frá árinu áður og er núna ekkert. Ég hef að beiðni félaga í bæjarráði, þá hef ég óskað eftir skýringum á þessu, en því miður þá liggja þau ekki fyrir núna. En ég mun upplýsa bæjarfulltrúa það þegar ég fæ svör við. En hins vegar þegar litið er til markmiða með úthlutunum á byggðakvóta þá eru ákveðnir þættir sem litið er til við úthlutun og þá er það meðal annars byggðastig, atvinnuleysi, ástand sjávarútvegs á viðkomandi svæði og svo framvegis og hvaða áhrif það hefur á samfélagið. En það virðist vera eins og það sé samt breytilagt milli ára hvaða forsendur eru á baki þegar úthlutunin á sér stað. En ég á eftir að fá rökstuðning fyrir þessu. En okkar verkefni hér er samkvæmt þessu bréfi sem sagt að gera tillögu að sérreglum sem er núna búið að fara tvívegis fyrir bæjarráð og þar sem að lagt er til að þær séu óbreyttar frá síðasta ári, þar að segja að löndunarskylda sé innan sveitafélags. Í hittifyrra eða í janúar 2023 þá var það ætlun Ísafjarðarbæjar að hafa reglurnar á annan veg og orðrétt með leyfi forseta. Fiskiskipum með skylt að landa þeim afla sem telja á til byggðakvóta til vinnslu innan hlutaðeigandi byggðalaga á tímabilinu 1. september til 31. ágúst. Ísafjarðarbær getur þó heimilað að aflinn sé unnin innan sveitafélags með áritun á umsókn við komandi byggðakvóta. Þetta fór svona frá bæjarstjórn fyrir 2 árum en ráðuneytið það féllst ekki á síðustu setninguna og voru því reglurnar þannig að löndunarskylda var innan byggðalags. Síðan vorið var ljóst að það var ekki verið að nýta byggðakvótan í öllum byggðalögum og það var gerð breyting og ég þekki svo sem ekki alveg atburðarásina, erfitt að lesa í gegnum það eða sjá í gegnum það en þá var allavega gerð svo breyting og fór bréf frá bæjarráði sem þá hafði fullnaðar ákvörðunarvald í sumarleyfi bæjarstjórnar það sumar. Bréf til ráðuneytisins breytingu á þessum reglum þar sem er þá svo hljóðandi að fiskiskipum sé skylt að landi þeim afla sem telja á til byggðakvóta til vinnslu innan hlutaðeigandi sveitafélags. Þess vegna voru sérreglur Ísafjarðarbæjar breytt á þennan veg og síðan á síðasta fiskveiðiári þá var þetta lagt aftur svona fram, löndunarskylda innan sveitafélags og það eftir núna 2 umræður í bæjarráði að þá er þetta tillaga bæjarráðs. Ég vona að ég hafi náð einhvern veginn að rúlla yfir skýringu á þessu. Takk fyrir. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Kristján, gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar og gestur. Ég skil þetta eiginlega ekkert frekar heldur en þú. Ég er þá væntanlega landkrabbi líka, sko. En það er enginn sem getur svarað því hvort að forsendurnar séu tengjast þær ekkert veiði sögu staðana. Þannig að það er enginn sem veit sirka bót hvað byggðastofnun aðrir eru að hugsa með útlenda. Þetta er bara með ráðuneyti. Þannig að þetta verður ekkert með veiðisögu að gera en eitt slíkt. Eftirstöðar eftir úthlutun færist væntanlega milli ára. Það klárast í engri höfn nema Hnífsdal þá væntanlega frá því fyrra eða fór fram yfir. Það er alveg leiðir sem Hnífsdalingar, sko. En getur ykkur hér inni þá svaraði af hverju eða hvaða málið það skiptir hvort að við höfum lönduna skyldu í sveitarfélagi eða byggðarlagi? Ég byrja á hvort að ég verður bara að koma upp aftur. Þetta er ykkur rök gegn því að hafa það í sveitarfélagi eða byggðarlagi. Takk fyrir þetta, Kristján. Er eitthvað sem til þess að geta svarað Kristjáni? Sigríður, gjörðu svo vel. Það er nú skrítið að vera beðin að mæta fá ekki að velja hvernig maður tekur til máls, af því maður má ekki taka endalaust til máls. Það er mjög skrítið, eins og ég sagði áðan að þá er löndunarskylda í byggðarlagi, hún þýðir það að þá er skylda að landa þar. Það er munurinn á því að landa innan byggðarlags eða landa innan sveitafélags. Ef það reglan er innan sveitafélags, þá máttu við velja hvaða höfn það er, það sem að hentar hverju sinni. Þannig að ef það er rækjukvóti sem dæmi á Flateyri, byggðakvóti á Flateyri sem er rækja, þá þarf hann ekki, ef það er löndunarskylda bara innan sveitafélags, þá getur hann valið að landa henni á Ísafirði. Ef það er skyldan er innan byggðarlags, þá verður að landa þar. Og þá þýðir það að þar sem er ekki vinnsla, að það þarf að keyra aflanum í vinnslu. Það er munurinn. Takk fyrir þetta, Sigurður. Kristján, þú biðjum orðið aftur. Já, forseti, ég bendi samt fyrst á að ef að spurningu er beint til einhvers þá má hann koma oftar en tvisvar. En ég skil þetta alveg, sko. En af hverju er ráðuneytið að úthluta til sveitarfélag sem er ekki með vinnslu þá? Ef að, ég held að skilji bara enginn þetta batteri, sko. Og ég legg til að ráðuneytið finni sér betri flöta á þessu máli því að það verðist enginn skilja af hverju, ef það er ekki vinnsla í sveitarfélagi, af hverju ættu við að vera landaðar. Fyrsta lagi, það er að beina því spurningu kannski til ráðuneytisins. Öðru lagi, hvernig ætti vinsla að koma ef það er ekki kvótiðar. Þetta er mjög flókið og ég held að þessi byggðakvóti sé bara til að ama, þetta er að finna þessi einhvern annan farveg. En ef það er til þess að styrkja sveitarfélög og styrkja byggðir, þá legg ég til breytingartillögu að við breytum þessu neðsta í að í staðinn fyrir sveitarfélag þá standi byggðarlag. Viltu fá þetta skriflegt eða? Takk fyrir þetta, Kristján. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Steinunn, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestur og aðrir tilheyrendur. Þetta er rosa byggðakvóti, þetta er heit kartafla, minnum hann á erfðamál, en með góð markmið að leiðarljósi og mér finnst þetta ekkert einfalt þótt að við höfum nú verið í sé alin upp í útgerðar fjölskyldu en ég vil loka nú bara eyrunum þegar að þetta var nefnt og vilja alltaf bara allir rífast þetta. Þetta var sett á fyrir einhverjum rúmum 20 árum síðan og þetta er ætlað til að styrkja sjávarbyggðir og byggðarlög sem hafa
átt undir höggja sækja og aðrir sem að stundum gengur betur að þeir eru þá ekki að fá útlutinur og svo fyrir náttúrulega eftir hvað þú hefur veitt og hvað þú setur þá hvað þú hefur rétt á að fá en ég er rosalega margt sem ég er ekki alveg með á hreinu í þessu og las nú skýrslu Ríkisendurskoðunar síðan í fyrra þar sem að þetta segir alveg að þetta nokkuð ljóst að það ekki mælanlegt þessi markmið sem settir fram í upphafi hvort þetta sé að ganga vel eða ekki og ótrúlega fúlt að þessi far ekki og þetta svona og þetta, ég meina þeir sem hafa verið í þessu fyrst heldur ekkert gaman að vera að eldast við þetta en það hefur alveg verið þessi umræða og umræðan hefur verið á Flateyri að hvort það eigi verið löndunarskylda og til að ýta undir þá auki þjónustustig á höfninu þar. Það er engin vinnsla en það er alveg ljóst að við munum ekkert breyta því allavega í kvelli þannig að þetta snýst þá að eins og í dag þá er bara ekkert að vera eða allavega mjög lítið nema þá í eldi en ekki kannski í veiðum en það verið eitthvað lítið á sumrin og það er engin þjónustaðali í löndun í dag og mögulega ef það er löndunar skylda þá eru þannig einhver 200 tonn sem eru og það er tonn á móti tonni sem er þannig þetta er eitthvað 400 tonn sem er landað og svo mögulega eru við þá ef það er einhver að landa þá er það alveg óneitanlegt að það verður eitthvað meiri umsvið sem að geta alveg skila sér þá til okkar frekar enn í Bolungarvík eða Patreksfjörð og mér finnst þetta rosa bara góð og valið rök og en það sem að ég kannski að því að ég er svona ekki mikil átaksmanneskja að ég þarf svolítið að sjá alltaf alla forsendur og ég veit ekkert hvaða áhrif ef það er löndunarskylda hvað það hefur á annað hvort það hafi neikvæð áhrif á eitthvað annað sem að við kemur samfélaginu og ég vildi alveg að ég hefði getið séð þá mest alls ekki einfalt að finna ég var að finna útlutanir og hvernig við gengið að veiða og þetta er ekki hlaupið að skoða en ég veit ekki hvað gerist við að við höfum löndunarskyldu ef það er allstaðar í sveitarfélaginu hvort það verði eitthvað flækjustig en ég ætlaði alltaf að segja annað sem áðan en ég var kannski svona mest að mér langar svo að vera með meiri yfirsýn yfir þetta ég vildi helst gera einhverju úttekt en við getum séð hérna og við getum tekið einhverja ákvarðanir út frá því að við vitum hvað við erum að tala af því það veit það ekkert svona allavega kannski bara 25% að maður geti eitthvað séð hver er þetta skil okkur og ég held alveg því ennþá meiri núna eftir umræðu í nýri ríkisstjórn að ætlum að auka við strandveiða að þetta er 5,3% pottur sem að við erum að strandveiða og þessi byggðakvóti sóttur í að köku útlutinu henni verði vantanlega breytt og opbáslega mikil því núna líka að við sjáum hverju er þetta að skila og er þetta betur en annað og slíkt og þessi almenni byggðakvóti er náttúrulega pínu svona hvað á maður að segja ég finn ekki íslensk orðið já, það er ekkert fallegt en alveg að missa röddina það sem ég hafði áhyggjur af og búin að punta hjá mér að við gerðum breytingatillögu fyrir 2023 sem að varðandi löndunarskyldu en það var líka einhver klausa heimild ég vildi alveg ég hefði ráðuneyti til svara ég vildi ég hefði að það væri bara nei þetta að því það er eitthvað lagalegu rammi sem setur þessu skorður það þarf að hafa rök við höfum alveg rök fyrir löndunarskyldu á Flateyri ég veit ekki með á Ísafirði ég veit ekki, ég áttum ekki hvort að Rækjans í stór hluti af þessum af þessu kvóta sem er útluta ég fann ekki þær upplýsingar og en líklega eins og var 2023 að þá því bara hafnað og þá nær það ekki lengra þannig ég svo sem held ég styðji alveg það að breytum þessi í byggðarlag heldur en sveitarfélag sem var samt alls ekki skýrt og læst þetta og allar svona reglugerðir
hver túlkurinn á þessu og ég var búin að lesa sömu greinina þannig að 3-4 sinnum og ég var búin að túlka hann örugglega á marga þætti og svo skil ég ekki heldur af hverju við erum að gera þetta fiskveiði ári byrja 1. september og við erum að samþykkja reglum fyrir þetta fiskveiði ár sem að það búið 31. ágúst af hverju þetta svona seint og þessu margt sem ég væri alveg til að fá betri svör við og skilja til að já, en ég veit ekki ég fyrir alveg fram og tilbaka og ég var alveg búin að ákveða að ég myndi samþykkja þessar óbreyttu sérreglur og það grundvelli myndi fara í einhverja fyrir næstu útlutur, myndi bara virkilega leggjast yfir þetta því ég vil alveg geta tekið samtalið og vera alveg viss í minni sök og vita hvað og hafa rökin fyrir því en mér finnst ég hafa bara svolítið svona hálfa aðra hliðina og mér vantar svolítið uppi og það var náttúrulega bara kjöri fyrir bæjarfulltrúa og aðeins að við bara myndum sökk okkur því þetta er gífurlegar upphæðir, þetta er ekkert ekki mörg tonn og að þá er þetta alveg stórar upphæðir í þessu. Kvóti er bara mjög dýrmætur og þess vegna er hann kannski bara orðin á höndum fara aðla. Þannig já, þannig að við sjáum, ég má þá koma upp aftur eða ekki eins og viðbót ef ég ekki alveg orðin farið röðin. Ég ætla að láta þetta duga en ég er alveg tilbúin að samþykkja með byggðarlag og sjá svo hvað úr því setur. Takk fyrir það, Sigríður hefur beðið orðið. Já, forseti það eru tilheyrendur. Hvað ætlaði ég nú að segja? Jú, ég ætlaði að segja það. Ég ætla að taka undir það sem að Steinunn kemur hér inn á að það væri mjög gott fyrir okkur að fá svona betri útskýringar á bara í rauninni hvernig svona uppgjör á hverju fiskveiði ári fyrir sig, að maður hafi svona meira konkrétt upplýsingar það skiljiði eftir, já, bara þegar það er verið í uppgjöri hvers árs fyrir sig og hverju það skila líka, það væri mjög áhugavert fyrir vinslunar og fyrir bara sveitafélagið aðalega, fyrst og fremst, nú er ég að hugsa sveitafélagið í þessu sambandi. Þannig að það er nú það sem ég vildi sagt hafa. Takk fyrir það, Sigríður. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki þá ætla forseti að bera upp tillögu að við frestum þessu til næsta fundar. Að fresta þessu máli til næsta fundar. Ég er að leggja það til. Forseta finnst þetta of mikil óvissa og mér finnst við geta að fresta þessu millifunda. Kynnt okkur máli örlítið betur. Svo við höfum til dæmis svar við einhverju af þessum spurningum sem að Steinunn var velta fyrir sér. Þannig að það er mín tillaga. Þannig að ég ber hann upp þegar ég gefi merkið þér henni samþykkt. Og hún er samþykkt með öllum. Takk fyrir það. Þá höldum við áfram. Komin í 15. mála dagskrá sem er nefndamenn 2022 til 2026. Tillaga bæjarstjóra að bæjarstjórn veiti Örnu Láru Jónsdóttur laust frá störfum sínum í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar og að hennar ósk til loka kjörtímabils með vísan til heimildar 2. málsgreinar 30. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 38 frá 2011. Orðið er laust. Sigríður, gjörðu svo vel. Já, forseti og aðrir tilheyrendur. Hér er tillaga að veita Örnu Láru Jónsdóttur laust frá störfum sínum í bæjarstjórn þar sem hún er orðin alþingismaður. Arna Lára ætlaði að sitja þarna fund og þetta átti að vera síðast í bæjarstjórnarfundir hennar á 19 ára ferli í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar. Takk fyrir. Geri aðrir betur sko. Þetta er nú alveg ótrúlegt. En hún bað mig að bera hingað inn á fundin kveðju frá sér til bæjarfulltrúa með kærum kveðjum og með þökk fyrir samstarfið og sem og starfsfólki Ísafjarðarbæjar
og þá þakkar hún líka íbúum fyrir gott samstarfi gegnum árin. Ég þakka henni góð störf með heillaóskum á nýjum starfsvettvangi og á sama tíma þá er varamaður í bæjarstjórn að koma inn sem aðalmaður, hann Þorbjörn Halldór Jóhannesson sem tekur þá sæti Örnu Láru. Óska honum til hamingju með það og velkomin í hópinn. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Sigríður, eru fleiri sem vilja taka til máls? Steinunn, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur sem á stífla. Ég ætla bara að þakka Örnu Láru fyrir samstarfið. Ég eiginlega alveg viss hún siti spennt að hlusta. Við missum nú væntanlega diggasta hlustandan okkar núna eftir að hún fer mannin hennar. En ég er búin að starfa með núna í þessi, örugglega ef hún er komin aðeins í lok síðasta kjörtímabils, þannig að ég er nú ekki búin að vera lengi. En allavega þá get ég ekki kvarta og mátt gott samstarf og ég bara óskinni velfarnaðar á nýju vettfangi sem hún getur gert heilmikið gagn fyrir okkur öll sem ég efast ekki hún hlækki sig alla fram við. Takk. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Elisabeth, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, ég vildi bara taka undir þetta og þakka Örnu Láru gott samstarf í gegnum tíðina, þó ég sé ekki búin að vera lengi, en það er mun skemmtilega að vinna með henni þegar hún er í meirihluta heldur en minnihluta, ég get nú sagt það. En alltaf gott, eða þú veist, hún er mjög gott að vinna með henni og hafur eftir sig af henni úr sveitafélaginu, en gott að vita af henni á Alþingi sem hún vinnur áfram fyrir okkar, fyrir velferð okkar sem á annara. Takk fyrir. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þá ætla bara að forseti að taka undir það sem hefur komið hér fram og þakka Örnu Láru fyrir. Hún hefur verið mikill kennari fyrir mig sjálfan til dæmis. Þessum málefnum. Þá ætlum við að bera þetta upp til samþykkis sem ég gef mig merki ef þið eru þessu sammála. Og þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Þá erum komin í 7. mál sem er fundagerðir sem er að laða fram núna. Byrjum á bæjarráði, fundur 1310. Fundurum er haldinn 7. janúar 2024 og er fundagerðin í 6 liðum. Orðið er laust. Það verður engin beðið orðið og það þessi fundagerð lögð fram. Þá er það númer 7, fundagerð frá fundi bæjarráðs númer 1311. Fundurum er haldinn 27. janúar 2025 og er hún í fundargerð í 12 liðum. Orðið er laust. Sigríður, gjörðu svo vel. Já, forseti og aðrir tilheyrendur. Gesturinn bara farinn úr sal. En já, ég ætla að taka til máls hér undir 2 málum sem mér finnst bara afskaplega ánægilega og það er mál nummer 1 á dagskrá þessa fundar. Það er samkomulag úthlutun lóðar sem að það voru lagð fram drög þarna úthlutun lóðar til HG og og við erum að vinna þetta áfram og erum að bíða eftir framkvæmdaáætlun þannig að við getum klárað þetta mál og síðan er það að við auglistum lóðir á Suðurtanga, Hrafnatanga 4 og 6 og Æðatanga 9 og 11. Það var til að frá skipulags- og mannvirkjanefnd og hennar bæjarráð samþykkti það og bæjarstjóra var falið að auglýsa þessar lóðir og það er nú þegar mikil viðbrögð og sem er mjög ánægilegt og gefur okkur vísbendingar það að það er jákvæðni og það er bjartsýni í samfélaginu. Þannig að við langaði svona til þess að segja ykkur frá þessu. Takk fyrir. Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls?
Svo er ekki, þá er þessi fundargerð lögð fram. Þá er komin í 8. mál. Það er fundargerð bæjarráðs frá fundi 1312. Fundur var haldinn 3. febrúar 2025 og fundargerðin í 6 liðum. Orðið er laust. Það er engin beðið orðið, þá er þessi fundargerð lögð fram. Þá er komin í 9. mál sem er hafnarstjórn. Lögð fram til kynningar fundargerð að fundi 258 hjá hafnarstjórn. Fundur var haldinn 23. janúar 2025 og er fundargerðin í 4 liðum. Orðið er laust. Það er engin beðið orðið, þá er þessi fundargerð lögð fram. Þá er komin í 10. sem er fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar frá fundi 645 en fundurum var haldinn 23. janúar 2025 og er fundargerðin í 10 liðum. Orðið er laust. Það var engin beðið orðið, þá er þessi fundargerð lögð fram. Þá er komin í 11. mál sem er skóla, íþrótt og tómstundanefnd. Lögð fram til kynningar fundargerð af 17. fundi skóla, íþrótt og tómstundanefndar. Fundurum var haldinn 15. janúar 2025 og fundargerðin í 6 liðum. Orðið er laust. Það er engin beðið orðið. Þá er við komin, já, þetta var síðasta fundargerðin og þá er dagskráin hjá okkur tæmd og ég segi þessum fundi slitið.